Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan örstutta heilsumóla. Mér datt í hug að búa til smá samantekt vegna þess að ég er búin að fá mikið af spurningum viðburðinn sem ég er að fara að halda á nýjársdag. En þannig er mál með vexti að síðastliðin 3 ár hef ég verið með viðburð í himnastiganum í Kópavogi á nýjársdag. Og núna, 1. janúar 2026, verð ég aftur með þennan sama viðburð og ég vonast til þess að sjá sem allra flesta. Af hverju er þessi viðburður? Hvað er þessi viðburður? Hvar er þessi viðburður? Þetta eru spurningar sem ég hef verið að fá. Himnastiginn, hann liggur frá Kópavogsdal og upp að Digranesheiði í Kópavogi. Og það er hægt að finna þetta bara ef þið setið inn í Google Maps og skrifið himnastiginn, þá ætti hann að koma inn. Það er hægt að leggja bílum sínum, ef maður býr langt í burtu og kemur á bíl, þá er hægt að leggja bílunum við skátaheimilið en líka bara við Digraneskirkju. Og þá er þetta bara svona 5 mínútna labb að rótum himnastigans. Það sem við ætlum að gera þennan dag er að við ætlum að reyna að safna 2026 ferðum upp og niður himnastigan. Allir sem mæta. Þetta er svolítið bara til þess að vekja athygli á mikilvægi daglegrar hreyfingar. Fá ykkur sem komið til þess að bara koma ykkur út á nýjársdag, því þetta er oft bara svona dag þar sem maður svona er þreyttur og erfitt einhvern veginn. Og bara að byrja árið vel, byrja árið á hreyfingu og félagslegri næringu að því að þarna munið þið hitta fullt af fólki. En sagan á bakveðina viðburð, hún er nú bara einfaldlega þannig að árið 2022 þá tók ég það sem ég kallaði 365 hreyfidaga. Og ég ákvað það ár að hreyfa mig á hverjum einasta degi og ég endur skilgreindi svolítið orðhreyfingu af því að ég hafði alltaf bara hugsað hreyfingu sem það að mæta á æfingu eða taka einhvern veginn klukkutíma æfingu en auðvitað er hreyfing svo miklu meira og ég skilgreindi hreyfingu þetta árið bara sem allt sem er hreyfing. Það var til dæmis að moka snjó, sópa möl sem er hérna fyrir utan hjá mér, stundum er það garðvinna, getur verið að hoppa á trampolínu með börnunum, fara út í fótbolta með einhverjum að leika, fara í göngutúr, fjallganga, mæta á æfingu þetta líka og lyfta á alls konar. Bara sama hvað það er, þá hreyfði ég mig eitthvað á hverjum einasta degi. Og til þess að gera langar sig stutta, þá til þess að fagna þessum árangri að hafa náð að klára þessa 365 hreyfidaga það ár, þá ákvað ég upphafi árs 2023 að bjóða fólki að koma í himnastigan og klára 365 ferðir þann dag. Og það komu bara svo miklu fleiri en ég átti von á að það endaði með að við kláruðum 1000 ferðir. Og himnastiginn er sem sagt 207 tröppur með svona nokkurum sléttum köflum á milli. Þetta er 52 metra hækkun og veglengdin upp er 350 metrar eða rétt rúmlega og saman niður. Þannig þetta eru svona 700 metrar rúmlega upp og niður. Og þetta getur tekið bara allt frá, ef einhver er að hlaupa, allt frá 5-6 mínútum upp og niður. Jafnvel örugglega einhverjir sem geta verið fljótari. En ef maður er að ganga bara svona venjulegum hraða, þá er þetta kannski svona tæpar 10 mínútur upp og niður. Og mér langar svo að hvetja ykkur til að koma og taka að minnstakosti eina ferð til þess að reyna að ná þessum 2026 ferðum. En af því að, eins og ég haldi nú áfram með söguna, af því að þið heyri kannski flugöldum hérna bakvið, mjög viðeigandi. En af því að árangurinn var svona góður, við náðum þarna 1000 ferðum, þá ákvað ég að halda viðburðum 1. janúar árið eftir, sem sagt 2024, og þá hét viðburðurinn 1000 himnastigar. Og það gerðist það sama það ár, að það kom miklu fleiri en ég ætti vona á og þetta var svo hrikalega skemmtilegt og góð stemning. Það var reyndar allt á kafi snjó,
þetta árið sem gerði þetta bara ennþá skemmtilegra. Ég og maðurinn minn voru þarna í tröppunum að moka en þetta bara var hrikalega gaman og það árið endaði þetta í 2000 ferðum samtals. Og þá náttúrulega bara núna síðastliðin 1. janúar fyrir rúmu ári, eða tæpu ári, þá ákvað ég að hafa markmiðið 2025 ferðir, af því að þetta var árið 2025 og við náðum því. Og núna í ár, sem sagt eftir nokkra daga, 1. janúar 2026, þá langar mig að hvetja þig að taka með þér einhvern, mæta í tröppurnar og taka eina ferð eða fleiri. Það má taka börn, það má taka aldraða, bara hver sem treystir sér að fara upp og niður þessar tröppur. Það má taka langan tíma í þetta. Það má stoppa eins oft og þið vilja á leiðinni og ég skal lofa ykkur að þið komið glaðari heim en þið fóruð. Þið munið koma brosandi tilbaka. Ég með viðburð á Facebook sem heitir einfaldlega 2026 himnastigar, sjáumst á nýársdag. Í viðburðinum stendur að hann hefjist klukkan 10 en það má mæta hvenar sem yfir daginn. Ef það einhverjum morgunhannar þá má auðvitað mæta fyrr en við grunna nú að flestir vilji bara mæta upp úr hádegi þegar þeir eru vaknaðir og komnir á ról en það má mæta alveg langt fram á kvöld. Ég ætla að reyna að hengja upp QR-kóða þannig að það sé auðvelt að skrá ferðirnar sínar. Það þurfið bara að skanna þennan QR-kóða og skrá inn fjölda ferða. En skjalið verður líka inn í þessum Facebook-hóp sem ég var að segja ykkur frá. Og þar getið þið líka skráð ferðirnar ykkar og mig langar að hvetja ykkur til þess að taka mynd af ykkur sem að fóru saman, hvort sem þú ert einstaklingur eða margir saman, og sitja í viðburðin. Það svo gaman að sjá öll andlitin. Það má líka, ef þið setið eitthvað í story á Instagram, það má taka heilsu Erla og ég skal deila því áfram. Og þannig gerum við þetta skemmtilegt og höfum bara ótrúlega gaman, hvetjum fólk til að koma út og hreyfa sig. Og mér langar að enda á örstuttri sögu, en ég gleymi því ekki að það kom ein móðir með úling sem ætlaði ekki að nenna út úr húsið þennan dag en henni tókst að draga son sinn með sér og hann ætlaði bara að fara eina ferð en honum fannst þetta svo skemmtilegt að hann endaði á því að fara 5 ferðir. Þannig að þetta segir manni að stundum það bara þannig að, nú ætla ég að sletta, að action comes before motivation og stundum þarf maður bara einhvern veginn að gera hlutin og þá verður það gaman eða þá verður maður svo ánægður með sig að maður hafi farið út fyrir þægindarana sinn. Þannig að bara ef þú býrð á höfuðborgarsvæðinu þá langar mig að hvetja þig til að mæta. Ef þú býrð einhvers staðar í útlöndum eða út á landi þá langar mig bara að hvetja þig til þess að segja öðrum frá þessum viðburði. Þannig að við náum markmiðinu 2026 ferðum í tröppunum þennan dag. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og ég segi bara hlakka til að sjá þig í himnastiganum 1. janúar. Og ef þú kemst ekki núna 2026 þá máttu alveg búast við því að þessi viðburður verði árlegur. Enda þetta orðið ómissandi hjá mörgum að mæta í himnastigan á nýársdag. Þannig að bara takk og bless!